Já, ég var nú sjómaður og var búinn að vera sjómaður í 5 ár og var á góðum bát með góðum skipstjóra og hafði ágætis tekjur, var komið með 6 manna fjölskyldu og var reyndar að byggja einbýlishús eins og allir á þeim tíma. Og í gosinu þá var ég á sjó og í ágúst 73 þá hitti ég vin minn mér á Lækjartorgi, Guðjón Sigurðsson, og hann var þá farinn að vinna hjá BP og bauð mér upp á skrifstofu til sín. Og þá var hann yfir öllum olíustöðvum út á landi, eða BP fyrirgefið þá, og bað mig að koma að tala við sig og þá segir hann, hjónin sem ráku Klett í Vestmannaeyjum, þau eru komið annan rekstur, þetta var ekki bara tilbúin að taka við þessu. Og ég sagði, það var kannski til að prófa. Já. 1 ár. Og nú eru þau orðin 42. Börnin farin að heiman. Og hvernig finnst þetta að hafa þróast svona á öllum þessum árum? Mér hefur alltaf gengið vel. Alltaf, já, það var nú mikið að gera hérna á þessum fyrstu árum. Og mikið af fólki og mikið líf. Þá voru hérna Ísfélagin og Fiskiðin hérna rétt við neðan stórar stöðvar með mörg hundruð manns á vertíðum en núna orðið færra fólk sem verkafólk en við höfum alltaf haft góðan kunnahóp og þetta stendur á fellinu því. Og hvað svona vinsælast hjá fólki hér í Vestmannaeyjum að versla hjá þér? Hjá mér? Ja. Við þykjum gera góða pulsur og það eru allir með sömu sko en eitthvað höfum við hitt á að fá þennan orð á okkur. Svo smyrjum við langlókur, seljum mikið af þeim og svo held ég að fólki ekki bara gott að koma hérna. Já, kom heimsókn. En finnurðu fyrir ferðamannastraum líka til ykkur á sumrin? Já, auðvitað kemur það og það alltaf töluvert en stóri kunnahópurinn okkar bara heimafólki sem bara áskrundvelli mjög gott að halda því. Og hvernig finnst þér samfélagið svona í heild hafa breyst yfir all þessi ár? Þetta bara, það gott mannlíf hérna, fullt af góðu fólki og þeir sem vilja ekki vera, þeir fara bara. Margir þreyttir á Herjólfi en það gott að sofa í Herjólfi. Jú, það bara gott mannlíf hérna. Og svo þú ert bjartsýnn á næstu ár hér í sjoppunni? Já, ég nú ekki orðin með 68 ára, það alveg 10 ár. Ég ætla að ná Stefánu mínum í litlu kaffistofunni, hann bara 70 og var að hætta í dag, síðasti dagurinn hjá honum í dag. Já. En það bara, ég var að hugsa, ég frétti að þú væri nú að koma hérna, að á þessum tíma þegar maður var að fara til bankastjórans, þegar maður var hérna, þá tóku menn sig og þurfti að fara, það var stór biðstofa fyrir frammi og það var heimsóknar tími frá Edison, það var eins og hjá læknunum sko. Ja. Og þá bjóð fólk sig upp til að fara til hérna bankastjórans upp yfir lán. Það var aðeins breyst nú. Já, tímabilið þá héldu þau peningum að manni sko, en það hefur breyst. En hefur samstarfið við bankan hérna í Vestmannaeyjum gengið vel? Já, ég hef aðalega verið að leggja inn. Þeim leiðist það ekki? Nei, já, mjög gott samstarfið og bara, það hefur verið minn gæfa að þurfa lítið að fá lánum, en ég hef alltaf fengið það sem ég beðið